Ég stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu er náttúrulega stórkostlegt. Ég er algjörlega viss það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eiga eftir að ná í toppbaráttuna aftur. Ég hef engan sérstakan áhuga á fótbolta. Þannig lagað, ég var reyndar alltaf í fótbolta sjálfur þegar ég var heima á Akranesi þegar ég var lítill. En ég var ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig, ég var bara eitt uppáhaldsfótboltalið. Það er eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna, það er IA að sjálfsögðu. Og ég hafi aldrei farið oftar á völlinn en fyrir svona rúmum 20 árum þegar Skagamenn féllu og þeir komu svo upp aftur. Arnar og Bjarki og Sturri og Pálmi og allir þeir, allt það lið. Það var algjörlega frábært. Ég man þegar að Dóra Gylfa skoraði mark í bikarleika móti Keflavík og það braust út svo ótrúlegu fagnaður að hún breiddi út löngu hendurnar sínar og náði bara að faðma allt liðið í einu og ég fæ eiginlega bara ennþá gæsahúð þegar ég hugsa það. Ég gleymi aldrei hvar ég var þegar IA vann Feyenoord á Laugardalsvellinum. Maður sati með Lúlla félaga mínum sem vinnur í sementinu, sátu hlið við hlið, svo skorar Óli Þórðar og ég stend upp, fagna, tek utan um Lúlla og faðma hann og tek svo eftir því að foss blæður úr eyranu á honum. Fattaði ég var með eyrnalokkin hans utan puttan á mér. Reif úr honum eyrnalokkin og hann var allur í blóði. Og Metcon reynir að trufla sending fyrir markið og Falki með skalla. Markið hjá henni Ingunni er alveg ógleymanlegt sem maður sá fyrir 2-3 árum. Mér fannst alltaf einstakt að fá að hlaupa inn á þennan völl sem hefur verið mér svo kær alla tíð. Já, við lögum snemma af stað frá Akranesi, kynnum fjörðinn og stoppum aðeins í Ártúnshöfða og fengum okkur pulsu og kók og mikið spáð og spekulega varðandi leikinn eins og var gert vanalega og síðan fór á Laugardalsvöllinn og það byrjaði ballið, mikið stemming. Þetta var 9 marka leikur. Teitur með 2, Jón Gull með 2 og Matti Hallins með 2. Árni og Jón Gull með 6-3. Man mörg eftirminnileg tímabil í knattspyrnusögu Akranesi og sérstaklega mér kannski minnisstæðast tímabilið 90-2000 og þá sérstaklega leikurinn 96 IA KR sem við unnum glæsilega 4-1. Svo ég eina uppáhaldsminningu frá því eldgamla dag þegar ég var bara lítill strákur átti ábyggilega heima á Garðabrautinni en Jón Þorbjörnsson sem var markmaður Skagamanna þá, hann skoraði yfir völlinn úr markspyrnu. Það er eitthvað sem maður gleymir aldrei. Þegar meistaraflokkur kvenna var endurvakin hérna fyrir nokkrum árum síðan þá fylltist maður þessari tilfinningu að þetta á bara að vera svona. Það á náttúrulega að vera topplið í kvenna- og karlaflokki á Akranesi og það er bara ekkert annað í boði. Ég flutti á Skagann 2001 og var í Vestmannaeyjum þegar Siggi Sigursteins tryggði IA Íslandsmeistaratitilinn. Síðan þá er bara ekkert aftur snúið, það er bara IA all the way. Markið sem Garðar skoraði á móti KR. Það var æði. Það var æði.
mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur við. Ég mun ganga á þessum vegi. Lífsins dagur við. Við erum ÍA. Við erum ÍA. Við erum ÍA. Það er eldhugur í okkur. Við erum ÍA. Við erum ÍA, öll sömul. Við erum ÍA. Við erum ÍA. Við erum ÍA. Við erum ÍA. Og gleymum aldrei, við erum ÍA. Ía stoltur stið og stend þau orð mín við. Því hver maður sér hversu mikilvægt að eiga svo öflugt lið. Hér tilveran gul og glöð, gjörfuleiki í fremstu röð. Enda yfirleitt Akranes númer 1.
Komið sæl og verið velkomin á Norrálsvöll með IA TV í samstarfi við Omnis og Síman. Við erum að fara að fylgjast með leik IA og Hamrana. Við erum búin að vera að fletta nokkrum skiltum hérna með undanförnum leikjum og stöðun í deildinni. En byrjunliðin hér. Númer 4 Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir hjá IA, númer 6 Hulda Margrét Brynjarsdóttir fyrirliði, númer 7 Unnur Ýr Haraldsdóttir, númer 9 Maren Leónsdóttir sem markahæst IA í sumar með 7 mörk, númer 11 Fríða Halldórsdóttir, númer 13 Birta Stefánsdóttir, 17 Heiðrún Sara Guðmundsdóttir, númer 18 Bergdís Fanney Einarsdóttir, númer 30 Katrín María Óskarsdóttir markvörður og númer 31 í fyrsta skipti í byrjunliðinu í meistaraflokki Sigrún Eva Sigurðardóttir. Og númer 32 Rut Þórðardóttir. Hjá Hömrunum markvörður og fyrirliði Helena Jónsdóttir númer 1, númer 3 Þórdís Jónsdóttir, númer 4 Helena Rós Þórðarsdóttir, númer 5 Sigríður Jóna Pálsdóttir, númer 6 Tinna Arnarsdóttir, númer 7 Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir, númer 8 Arna Kristinsdóttir, númer 9 Bryndís Hulda Ríkarsdóttir, Inga Rakel Ísaksdóttir númer 10, númer 12 Andrea Dögg Kjartansdóttir og Magdalena Ólafsdóttir númer 15. Á varamannabekkjunum, hann nú fáskipaður hjá Hömrunum, þar númer 16 Elín María Helgadóttir, en hjá IA númer 2 Elísa Eir Ágústsdóttir, númer 8 Unnur Elva Traustadóttir, númer 20 Sandra Ósk Alfreðsdóttir, 22 Karen Þórisdóttir, 23 Þórhildur Arna Hilmarsdóttir, 24 Aldís Ylva Heimisdóttir og númer 28 Ásta María Búadóttir. Dómari í dag Breki Sigursson og honum til aðstoðar Sveinn Þór Þorvaldsson og Gilmar Þór Benediktsson. Já, framundan áreiðanlega spennandi leikur. Liðin eins og við sjáum við kannski vörpuð því aftur upp að staðan í deildinni er þannig að IA í 7. sæti sem stendur með 14 stig og Hamrarnir í 8. með 13 og Hamrarnir geta sem sagt komist upp fyrir IA með sigri í þessum leik. Sem IA getur einmitt gert geta komið sér upp fyrir Sindra í 7. sætið með sigri. Sem stendur toppbaráttan gríðarlega hörð. Selfoss í 1. sæti og ásamt Þrótti með 29 stig en Selfoss með umtalsvert betri markatölu og HK Víkingur fylgir fast á eftir með 27 stig í 3. sæti. Keflavík kemur þar á eftir með 24. Já, við biðjumst velvirðingar á þessum vandræðum. Við duttum út í augnablik og það allt saman þetta allt saman að koma hjá okkur aftur. En já, framundan sem sagt leikur IA og Hamrana. Þær að gera sig klárar stelpurnar og við komum til með að setja hérna smá skilti upp hjá okkur hérna rétt á meðan við bíðum eftir leiknum og við gerum okkur klára eftir þessa stuttu truflun sem við fengum hérna.
Jæja, þá loksins að koma að þessu dýrindis veðri á Akranesi eins og svo oft að vill til að þessi leikur ekki beinni á Stöð 2 Sport því að þá var örugglega miklu síðra veður. Það svona vaninn og liðin eru að ganga inn á í fylgd dómarana í glæsilegum nýjum treyjum sem ég hef ekki séð áður. En ef við rennum aftur í byrjun liðana hjá IA eru númer 4 Hrafnhildur Arín, númer 6 Hulda Margrét, númer 7 Unnur Ír, númer 9 er Maren, 11 Fríða, 13 Birta, 17 Heiðrún Sara og númer 18 Bergdís Fanney, 30 Katrín María og númer 31 Sigrún Eva í sínu fyrsta leik í byrjunliði. Virkilega gaman að sjá það og númer 32 Rut Þórðardóttir. Hjá Hömrónum er númer 1 í markinu Helena Jónsdóttir, númer 3 Þórdís Jónsdóttir, númer 4 Helena Rós Þorvaldsdóttir, númer 5 Sigríður Jóna Pálsdóttir, númer 6 Tinna Arnarsdóttir, númer 7 Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir, númer 8 Arna Kristinsdóttir, númer 9 Bryndís Hulda Ríkarsdóttir, númer 10 Inga Rakel Ísaksdóttir og númer 12 Andrea Dögg Kjartansdóttir og númer 15 Magdalena Ólafsdóttir. Eftir því sem að ég best veit að þá eru Hamrarnir einhvers konar svona varalið hjá Þór Káa. Þannig að þarna eru inn á milli stelpur sem að eru í öðrum flokk hjá Þór Káa. Það er lent einmitt í töluverðu vandræðum að meðan að EM-hliðið var í Pepsi-deildinni þar sem að Þór Káa ákvaða að fara í æfingaferð og Hamrarnir sem áttu leik á sama tíma lendu bara í töluverðu basli með að manna lið sitt en fengu enga frestun á sínum leik. En þær mæta nú tiltölulega fáliðar hérna á Skagan í dag. En við gerum passlega ráð fyrir hörkuleik. Þetta eru eflaust jöfnlið sem að allavega staðan í deildinni gefur til kynna að liðin séu jöfn. En ég er nokkuð viss að þetta er leikur sem að Skagastúlkur ætla sér að vinna. Og það er Skaginn sem að byrja leikinn og Skaginn að stilla sýnist mér upp í 4 manna vörn. Þetta sé einhvers konar 4-3-3 sennilega hjá þeim eða 4-4-2 sennilega, old school. Við sjáum að Heiðrún er með skartar, hún fallið hjálmi í anda Peter Cech. En þá var leikurinn komin af stað. Skaginn byrja með boltan, ætlar að halda honum í smá stund. Sjáum að Hrafnhildur Arín er í hægri bakverðinum. Það er Birta og Hulda í miðvarðarstöðunum. Sigrún og Rut á miðri miðjunni. Maren setur pressu þarna og Fanney nær. Það er eiga innkastið Skagastúlkur. Fríða í vinstri bakverðinum með innkastið inn á Maren. Maren missir boltan frá sér og þetta endar í innkasti sem að Hamrarnir eiga. Þessi lið hafa einungis einu sinni áður mæst í KSÍ leik og það var bara í fyrri umferðinni á Akureyri þar sem að leiknum lauk með 1-1 jafntefli. Kemur hættulegur bolti inn á teginn hérna. Unnur Ír var að reyna fyrirgjöf hérna utan hann kanti en Helena í markinu alveg með þetta. Kemur langt út spark, Birta í baráttunni. Fríða, ég er ennþá að rugla þeim saman, ég beðist afsökunar á því.
Þá reyna Hamrarnir að byggja upp smá spil. Missa boltan út fyrir. Já, Marinn vinnur hérna boltan á framalega á vellinum, upp í hornið, þar Unnur. Kemur boltanum aftur á Marinni en hún nær ekki krafti í skotið þarna. Rut með góða teklingu sem að Rut Unnur eftir inn á teig, þar Heiðrún, nær ekki valda boltanum og Helena grípur hann. Það fer nú rólega á stað þannig, Skaginn gerir sér líklegri, enga síður að setja pressa á þar hérna snemma. Fríða með sér boltan yfir sig, Sigrún í baráttunni. En vörnin þær eru fáar hérna frammi í Hamraliðinu. Kemur Unnur stutt á Heiðrúnu. Heiðrúnu sjáðu nú yfir að Fanneyju, hún fer aftur upp í hægra hornið, þar Unnur, leikur á eina. Skot beint í Helenu Rós. Það er nú bara að spila stutt líka. Fanney í baráttunni, vel gert hjá henni. Fanney komin inn á teig, kemur boltanum fyrir en þar Arna Kristinsdóttir fyrir og kemur þessu frá. Magdalena með boltan hér aftur á Örnu sem að hreinsar langt fram en Skagavörnin alveg með þetta á hreinu. Hrafnhildur við það að missa boltan en það leita hérna mikið út hægra megin til Unnar. Unnur hún lætur vaða hérna upp eftir hliðalínunni og komin í álitlega stöðu og vinnur, nei ekki hornspyrnu. Það er ná að koma þessu frá en innkast sem að Skagastúlkur eiga. Heiðrún með boltan út á Sigrúnu, Sigrún yfir á Fríðu. Það erfitt, Sigrún í baráttunni. Hérna kemur Sigríður Jóna með boltan. Nógan tíma. Reynir stungusendingu, Birta hirðir það auðveldlega, kemur boltanum á Hrafnhildi. Og Hrafnhildur á Heiðrúnu, Heiðrún á Unni. Stutt spil, vel gert, Heiðrún með boltan og þarna hangið í henni en dómarinn lætur leikinn halda áfram. Þarna spurning hvenar hagnaði líkur. Þetta var náttúrulega bara hún misheppnuð sending hérna í kjölfarið þannig að það var kannski allt í lagi að þetta fór svona. Dómari leiksins sem áður segir Breki Sigursson. Síðan eru heimamenn á línunum þeir Sveinn Þór og Gilmar Þór. Kemur Helena með útsparkið, Hrafnhildur hérna í bakinn á henni. Hér Bryndís Hulda, kemur honum út á Þórdísi. Eltingaleikur Andrea Dögg, hún ræður ekki við þetta. Boltinn aftur á Katrínu í markinu. Svo sem eins og við höfum komið inn á áður að þá hefur nú var fyrirfram Skagaliðinu spáð mjög góðu gengi í þessari deild og þær hafa ekki náð að fylgja því eftir en það kannski eru svona spár oft litaðar af því að liðin sem að koma niður úr deildinni fyrir ofan þau bara gert ráð fyrir því að þær séu of góðar fyrir þessa deild en við sem eins og við vitum að þá var mikil breytingar á liðinu frá því fyrra. Það er ákvað að vera til dæmis með enga útlendinga
og það voru náttúrulega líkil menn í liðinu í fyrra og undanfarin ár en þetta sumar er búið að vera svona upp og niður en lítið slæm töp. Það hafa verið jafnir leikir sem að hafa ráðist á smáatriðum. Hrafnhildur með misjafna sendingu út á Unni og þær eiga einkast Hamrarnir. Hrafnhildur með sendingu fram á Heiðrúnu, hún út á Unni, Unnur með ennina fyrir gjöfuna, þetta inn á marktegin, Fanney nær þessu, vantar hann að stuðning, glæsilega gert hann, hún snýr á sér varnarmanninn og Fanney ennþá með boltan, þá er það Fríða út á Sigrúnu, Sigrún inn á tegin, þetta auðvelt fyrir Helenu í markinu. Þær eru ógnandi heimakonur en ekki náða að skapa opið færi ennþá en það svona vantar hefur verið kannski þeirra akkillesarhæll í sumar að ná að búa til almennilegar hættur úr góðum stöðum framalega á vellinum á síðasta þriðjungnum sem að þær hafa náða að spila á köflum mjög vel út á velli en hafa ekki náða að búa til góð færi úr þessum efnilegu stöðum sem það fá á vellinum en það er eitthvað sem að eflaust er verið að vinna í að bæta. Hrafnhildur á Unni og hérna er innkast sem að Skaginn á hættulegum stað. Heiðrún fær hann hér tilbaka á Unni Skaginn heldur pressunni. Unnur, ætlar hún 1 á 1? Nei, hún reynir fyrirgjöfuna hérna, Maren á elda en Helena í markinu, örugg. Níu mínútur liðnar staðan 0-0 en þá og kemur langt útspark frá Helenu. Þetta fer alveg aftur til Katrínar í marki Ía. Þá byrja Skagastúlkur að byggja upp. Hrafnhildur aftur á Huldu og kemur löngsending upp í hotnið sem að Heiðrún eldir. Hamrarnir hreinsa innkast og Unnur tekur það fljótt. Heiðrún tilbaka á Hrafnhildi og þá skiptir hún yfir á Fanneyju sem hann að taka hann með sér en missir hann aðeins svo langt frá sér. Rut vinnur boltan tilbaka, búin að vera ótrúlega drjúg fyrir Skagaliðið í sumar. Sigrún út á Fríðu, aftur á Fanneyju, aftur á Fríðu. Fríða með boltan inn á teig sem að skallaði frá. Rut nær honum aftur, ætlar hún að reyna að koma sér í skotfæri. Hrafnhildur, hún lætur vaða á markið. Hann kom fyrsta skot Skagamanna eða Skagakvenna á markið. Það var Hrafnhildur Arin sem að setti boltan vel yfir og fram í á en þetta er allt í áttina. Hann þarf að ógna markinu. Hamrarnir eins og áður, eins og við sáum áðan, unnu síðasta leik, mikilvægan úti sigur á Tindastóli sem að Skagaliðið mitt tapaði fyrir á Króknum daginn. Það var gott að það var ekki fyrsti sigur stólana. Þannig eru Hamrarnir að gera sér líklega en vörnin nær að redda þessu. Fanney nú komaði rætt. Skagastúlkur, Heiðrún eftir upp í hotni á Fanney, þetta er vel gert. Það er 2 hérna í tegnum, kemur fyrir gjöf en þetta stoppar á fyrsta varamanni. Þarna var það Helena Rós í vörninni sem að
Býtum við, hér er Unnur Ýr í dauðafæri en hún er dæmd rangstæð, hún skorar en aðstoðardómarinn er búinn að flagga og við erum ekki í neinni aðstöðu til þess að efast þetta. Það var eflaust rétt en þetta var skemmtilegt upplaup hjá IA. Og þá kemur Helena með útsparkið. Rut skallar það tilbaka og Hrafnhildur svo áfram upp í hornið á Heiðrúnu sem að nær ekki til boltans en setur góða pressu þannig að varnarmenn Hamrana þurfa að hreinsa þetta út af. Hrafnhildur með innkastið, Rut sem flikkar það áfram. Kemur hálbolti Hulda, vel gert. Sigrún bráðefnileg stúlka, hún Sigrún er í landsliðsúrvali fyrir U16. Einstaklega skynsamleg maður af svona ungri stelpu að óhrædd við að spila boltanum, gott auga fyrir spili. Þá koma Hamrarnir, Magdalena að spila tilbaka út á kantinn á Sigri Jónu. Hún eitthvað tensuð þarna. Inga Rakel verður að hreinsa þetta fram en Hulda þá með langan bolta fram og Fanney eldir. Helena komin út úr teignum og næra að hreinsa þetta frá. Þarna mátti litlu mun að Fanney kæmist á undan í boltan. Hulda skallar þetta frá og Hrafnhildur áfram. Maren í baráttunni en það er öryggið uppmálað þarna. Snædís með boltan sendir hann þarna yfir á Andreu Dögg sem að verður að lúta í lægra haldi fyrir Fríðu. Heiðrún á Marinni, Maren missir hann frá sér. Birta örugg kemur þessu á Rut og enn leitaðar hérna út hægra megin. Hér er Fanney að reyna að ná valdaboltanum sem hún gerir og kemur með skot í varnarmann og það er hreinsa út af, það liggur á Hamraliðinu. Þetta fyrsta tæpa korter sem liðið er á leiknum, þá hafa Skagastúlkur haft algjöra yfirhönd í þessum leik án þess þó að ná að skapa almennilega hættu. Þeir eru vissulega búin að skora eitt mark sem var dæmt af vegna rangstöðu. Þegar Unnur Ýr náði að leggja hann í netið eftir gott spil og Unnur Ýr vel gert hérna hjá henni, hún komst fram hjá Ingu Rakel, kom inn í fyrirgjáðstöðu, kemur boltanum fyrir, Helena missir af honum, Fanney og skot fram hjá. Unnur Ýr stórhættuleg hérna á hægri kantinum. Þá kemur markspyrna frá marki Hamrana. Helena gerir það, Rut skallar þetta upp í loftið og aftur þá kemur Unnur, kemur honum á Heiðrúnu sem er undir pressu og kemur Sigríður með sendingurinn fyrir sem að Hulda les og vel gert hjá Huldu, brotið á henni þarna, fór hátt með fótinn Snædís Ósk en Hulda harkar þetta af sér ef ég þekki hana rétt. Það spila bara úr þessu. Hulda, Fríða kemur boltanum á Fanney missir hann aðeins og langt frá sér, nær þó að halda honum með mikilli seglu sem að hún er þekkt fyrir. Út á Heiðrún aftur inn á Fanney, fáum við fyrirgjöf hér, nei, hún er að kloppa hana þarna, út á Heiðrún en góð pressa hann á Magdalenu sem að náða
að bjarga þessu. Heiðrún var að hlaða hérna í skot og hérna misheppnast sending hjá Heiðrúnu, en ekki nokkuð spurningaskali. Kemur greinilega tilbúið til leiks og ætla sér öll 3 stigin hérna á heimavelli í dag. Bara spurningum að ná að brjóta ísinn. Sigrún reynir sendingu fram að við, gengur ekki, það er skallað frá. Sigríður, en Maren með góða baráttu að vinna boltan. Þeim gengur illa að halda boltanum, hömrunum. Hrafnhildur með slæma sendingu hérna. Bryndís Hulda náði boltanum, en sjáðu hörkuna í Rut. Bara tæklaði boltan að henni. Hún er svona ennþá að standa upp. Hér kemur Unnur enn einu sinni með fyrirgjöf, en þessi siglir aftur fyrir. En Rut er engin aukvisi í þessum. Það eru ekki öfundsverðar hérna þessar ungu stúlkur í Hamraliðinu að eiga við hana. Já, vel gert. Heiðrún er boltanum hérna. Fanney með henni, reynir stungu sendingu inn á Fanney sem að vörnin stoppar, og innkast sem Hamrarnir eiga. Já, þetta er kasta boltanum beint frá sér. Sigrún undir pressu, Magdalena setti þarna pressu á hana. Unnur Ír missir boltan. Þetta er góð barátta þarna hjá Ingu Rakel, en boltin í innkast. Sigríður kemur boltanum hérna yfir, þá koma Hamrarnir, reyna stungusendingu. Það var Andrea Dögg sem að reynda að stinga inn á Bryndís Huldu, sem að Hulda las vel. Hulda og vörnin búin að vera mjög vel vakandi fyrir þessum sóknartilburðum Hamrana. Maren, vel gert hjá henni. Hrafnhildur býður sig, fær hann og vantar að fá miðjumenn á móti. Hrafnhildur yfir á Birtu, þannig hún tókst það. Kemur Birta fram á Fríðu sem að lendir í smá ati, og enn eitt innkastið sem að Ía á. Góður þarna Magdalena, löng sending fram. Birta með Bryndís í baráttunni, en Hrafnhildur hefur betur. Vel gert hjá Heiðrúnu þarna. Já, Skaginn vinnur boltan enn einu sinni mjög hátt á vellinum. Hér kemur Maren Leósdóttir, reynir fyrir gjöf. Þar er eitthvað, þannig að Heiðrún í baráttunni, en þær hafa betur. Ná að koma þessu frá, en ekki lengi. Hrafnhildur vinnur boltan tilbaka. Hulda yfir á Birtu. Þolinmóðar hérna. 20 mínútur liðnar og Sigrún hérna var tvær í hana. Hún gerist brotleg fyrir peysutoga hérna, og þá geta þær fært liðið aðeins fyrir að marg létta pressunni. Það er Helena Rós sem að tekur þessu aukaspyrnu. Hún reyna, varnarlínan er hátt upp á vellinum hjá Ía. Hleypaði með ekki of nálægt markinu. Rut skallar þetta frá. Magdalena kemur boltanum tilbaka. Þar er Þórdís sem að stingur til fram að við, en
Rut dæmt brotleg hérna. Þá eiga þeir aukaspyrnu á vallarhelmingi í að og henn það Helena Rós sem að tekur þessu aukaspyrnu. Nú varnarlínan á vítateigslínunni. Já, þetta hreinsað frá og varnarlínan drífur sig upp. Helena Rós aftur, en það Birta mætt, kemur honum á Fríðu og þá spurning hvort að Skæn að sækja hratt. Kemur löng sending fram, Maren eldir í kapphlaupi við Helenu Rós sem að hefur betur en Fanney. Býtum við, Maren endar með boltan, stingur honum inn fyrir. Þetta góð sending, Unnur Ýr, en frábær varnarvinna hann eða Ingu Rakel sem að næra koma honum út fyrir. Það var góð hugmynd hjá Maren. Og þá Hrafnhildur með innkastið, kastar hérna í áttina að Maren sem í baráttunni og Helena Rós komst þarna á milli. Hrafnhildur vinnur boltan aftur, Sigrún aftur á Hrafnhildi og þá kemur löngsending yfir. Fanney nær honum, nei, missir á honum. Andrea Dögg hér með boltan og inn á Magdalenu á miðunni. Hún snýr, reynir sendingu yfir á Snædísi sem að mishefnast. Maren komst þarna á milli, Rut á Hrafnhildi. Löngsending fram hérna á Heiðrúnu sem tekur hann niður á kassan, inn á Unni. Unnur Ýr snýr á sér varnarmann, kemur boltanum inn á tegin. Helena í markinu slá hann hann rétt áður en að Fanney komst í boltan, en Maren Leós búin að vinna boltan á ný. Reynir að koma sér hér upp að endamörkum, snýr við, kemur með boltan fyrir. Þar Unnur Ýr með skalla, ná ekki að skapa sér galopið. Það vantar herslumuninn. Þá byrjar Skæin upp á nýtt. Það verður að hlúa hérna að einu leikmanni Hamrana. Kemur löng sending yfir, það Maren. Kemur boltanum síðan fyrir en Helena. Já, það Bryndís Hulda sem að fekk hérna smá aðleiningu við, sjálfsagt eftir viðskipti sín við Rut áðan. Já, þá kemur dýtnefnd Rut, stingur honum hérna inn fyrir á Fanney sem að nær til boltans. Vel gert hjá henni, vantar stuðning. Fín barátta þarna á Fríðu. Við erum að skoða það einhvern tíðan að mæka Helenu upp þarna á bekknum. Það var ekki mjög áhugavert að fá að fylgjast með því. Annar samskiptum við leikmenn. Reynslu mikill þjálfari sem að fengur að fyrir okkur hérna á Skaganum alveg klálega. Þá kemur Bryndís, kemst í boltan og stingur honum hér inn fyrir Sigríður. Hún komin inn fyrir Birta á eftir og það skot rétt framhjá. Þetta sennilega besta færi í leiknum. Ég held ég að sé óhætt að segja, það bara kom upp úr engu. Bryndís Hulda náði að taka boltan niður hérna á miðunni, stingur honum inn fyrir og Sigríður Jóna komst í dauða færi og setti boltan rétt fram hjá fjárstönginu. Katrín í rauninni var bara úr leik í markinu, en þetta vonandi þetta sýnir svo sem að staðan 0-0 ekki vænleg staða þó að við séum með yfirbyrði. Hér kemur snart spil hjá Skaganum. Rut tilbaka á Birtu. Fríða, Fanney, Birta stingur sér upp, Fríða stingur sér upp í hornið. Fanney í baráttu, missir boltan og kemur aftur
Sigríður hérna upp vinstra megin. Hrafnhildur setur pressa á hana. Sigríður reynir að komast fram hjá henni en Huldar hreinsar þetta upp saman. Vel gert hjá henni og Unnur setur boltan út af. Það væri vissulega gaman að heyra frá ef einhverjir Akureyringar eru að horfa á þennan leik að fá einhver skilaboð frá ykkur. Getum notað hashtagið IAH. Og hver veit nema við lesum upp skilaboð frá okkur ef það eru skemmtileg. Já, þið getið fundið okkur á sjálfsögðu samfélagsmiðlunum. IA TV heitum við á Facebook og á Twitter erum við með @IA_sjónvarp. Endilega addið okkur og þá getið þið fylgst með þegar að við förum í loftið. Framundan það náttúrulega bara í rauninni engin árstími frí fyrir okkur þegar að fótboltavertíðinni lýkur í september og þá styttist í körfuboltavertíðina þar sem að IA verður í allinn í fyrstu deild og að sjálfsögðu verða allir heimaleikir í beinni. Fanney tekur hérna bara skot úr þessari aukaspyrnu en boltinn yfir hættulaust. Þannig að það nóg að gera hjá okkur og það óvægt að segja að það var við erum alltaf að leita eftir fleiri verkefnum í rauninni. Við höfum sýnt einn leik hjá Kára í vor, einn leik hjá meistaraflokki karla og síðan það körfuboltinn og hver veit nema við verðum með sendingar frá Keilunni líka í vetur og eins fimleikafélaginu. Þannig að alltaf að nóg að taka í íþróttalífinu á Akranesi. En aftur að leiknum, hér mikil barátta. Maren nær að koma út úr þvögunum með boltan við fætur sér og boltinn rekkur í innkast. Hálftími liðinn, staðan ennþá 0-0. Hamrarnir hafa fengið besta færi leiksins. Það var Sigríður sem að fekk það. Býtur við, hér Fanney aðeins sending aftur fyrir Heiðrúnu, verður að snúa við. Þá var Maren Sigrún nógan tíma núna, kemur hásendingin á tegin. Unnur í baráttunni, fleitir honum áfram en boltinn rekkur hættulaust til Helenu í markinu. Það vantar herslumuninn á spilið hjá Skaganum á síðasta þriðjungnum. Kannski stundum full fljótar að reyna þessar úrslitasendingar inn fyrir. Ég hef auglýst eftir því í sumar að þær haldi áfram að spila boltanum niðri í jörðinni. Þegar þær gera það þá ná þær að opna andstæðinginn nánast án undantekninga og það stundum eins og það gæti pínu óþolinmæði þegar þær nálgast markið hjá andstæðingunum. Fótbolta-aðdáendur náttúrulega og fótbolta-aðdáendum óskuðum við að sjálfsögðu til hamingju með það að enska úrvalsdeildin farin að stað á ný og aldeilis
með flugeldasýningum bæði í þessum tveimur fyrstu leikjum fyrstu umferðar. Náttúrulega 7 mörk í gær hjá Arsenal og Leicester og heil 6 mörk hjá Watford og Liverpool í dag. Þar sem að Watford náði jafntefli á 94. mínútu. Ég nú vissum að vinir mínir sem að sumir eru búlarar hafa örugglega eitt hársvitt og skegg á þeim tímapunkti, enda svo sem það alltaf spennandi þegar á þessum tíma þegar þetta fer í gang aftur. Það fylgjast nú flestir með enska boltanum þó að sá íslenski sé ennþá í gangi. Hamrarnir eru hér eitthvað að reyna að ná að komast aðeins inn í leikinn. Eiga hérna innkast rétt fyrir fram að miðlínu sem að Inga Rakel tekur, en Hulda endar með boltan og kemur langur bolti fram. Fanney í baráttunni komin hérna yfir hægra megin núna og Maren sýnist mér komin upp á topp og Heiðrún út á vinstri. Fanney komin í boltan hérna, missir hann aðeins og langt frá sér. Hamrarnir ná þessu fínpressa á Heiðrúnu, en þá fer kappleip hérna milli Huldana, Huldu og Bryndísar Huldu. Hulda hefur betur, Hrafnhildur fram, en Inga Rakel komst í það, en boltinn aftur til Skagamanna. Þar hafið það. Já, vel gert. Maren á Fríðu. Fríða hérna á fleygiferð. Nær að halda boltanum undir pressu og nær að vinna innkast hérna. Dýrindis veður hérna á Akranesi og ágætlega mætt hérna í brekkuna, enda fáir staði betri til þess að tana á Akranesi í dag. Horfa á en vörnin hjá Hömrunum hefur haldið nokkuð vel. Skagastúlkum ekki tekist að skapa teljandi hættu þrátt fyrir þetta, fyrir utan þetta náttúrulega mark sem að dæmt var af að venni Unni snemma leiks vegna rángstöðu. Hrafnhildur með sendingu fram á Marinni sem að næra koma boltanum á Unni. Hún stingur aftur upp í hornið á Maren, en Helena Rós kemur þessu frá. Mark fyrir hálfleik viljum við sjá hérna heimamenn. Maren í baráttunni og er dæmd brotleg. Það er Helena Rós sem var hann í baráttunni við hana. Var hann nafn hennar í markinu sem að tekur þessu aukaspyrnu. Fram á Sigríði. Hér koma Hamrarnir. Hulda öruggið uppmála hana. Sigrún glæsileg sending hjá henni. Þá kemur Fríða á ferðinni, stingur hérna þvert yfir á Marinni sem að endar síðan hjá Unni sem að reynir að koma boltanum inn á teginn, og þetta er vel gert hjá fínvörn hjá Ingu Rakel. Kvennafótboltinn á Akureyri náttúrulega í gríðarlegri sókn. Þór Káa með yfirburðalið í Pepsi-deildinni. Og svo þetta lið Hamrana
Já, Fríðarn að koma þessi hérna, Fanney aftur á Fríðu. Fríða yfir á Rut, þetta fínt að halda áfram að spila, Rut nær ekki að halda boltanum, það Sigríður sem vann boltan af henni, síðan Snædís Ósk, en flott barátta hjá Marinni, kemur unnur með sendingun á fjær, það Fanney, og boltinn lekur fram hjá fjärstönginni, þetta var virkilega vel gert, góð sending hjá Unnýr, og Fanney náði ekki að hitta markið, færið þröngt. Þetta var betra. Kemur útsparkið. Helena fram og Hulda lætur hennan bara sigla út fyrir. Og Hrafnhildur tekur innkastið út á Huldu, Birta býður sig og fær hann. Kemur svo fram með boltan, vantar að bjóða sig, kemur Maren, gerir það, missir hann og langt frá sig, Bryndís Hulda nær að halda þessu, Sigríður stingur inn fyrir en Katrín ekki nokkru vandræði með þetta. Hrafnhildur fram á Heiðrúnu sem að kemur boltan á Marenu, vel gert og hún á Unni eða hvað, nei, enn einu sinni góð varnarvinni á Ingu Rakel hérna í vinstri bakvörðinum og næra að tækla boltan í Unnýr og þaðan út af. Fín pressa hjá Skaganum hérna, Heiðrún, en vörnin, já, vel gert hjá Heiðrúnu hérna, næra að vinna tilbaka. Rut yfir á Fríðu sem er á auðum sjó, undir pressu þó. Og enn einu sinni vel gert hjá Fanney, þarna vel gert hjá Fanney, næra fiska þarna aukaspyrnu, koma sér í stöðu og þetta aukaspyrnu á hættulegum stað hjá Skaganum. Sem mér sýnist að þær eru hérna að gera sig klárar, Heiðrún og Unnur Ýr. Og það Unnur Ýr, sendir hann hérna inn á Heiðrúnu, Heiðrún svo fyrir markið og þar var Rut aðeins og stutt í annan endan. Skemmtileg útfærsla á þessari aukaspyrnu, vantaði örlítið upp á fyrirgjöfuna hérna. Fyrir þá sem ekki vita, þá Unnur Ýr Haraldsdóttir, dóttir Haralds Ingólfssonar og Jónínu Víglunds, systir Tryggva Hrafns sem að yfirgaf uppeldisfélagið sitt núna í vikunni og samdi til 4 ára við Halmstad í Svíþjóð og við hjá IA-TV óskum honum að sjálfsögðu góðs gengis í því ævintýri öllu saman og í hálfleik eru ókeypis kaffi og meðlæti Kemur Hulda með langa sendingu fram, ætlaði að Fanneyju sem að næra taka hann með sér, stendur að glæsilega gert hjá Fanneyju og nú hætta að skapast hér. Kemur fyrirgjöfin, Maren hittir ekki boltan á vinstri en Fanney hérna virkilega sterk, beitir sér vel. Hrafnhildur Arín og Unnur Ýr komin hérna upp í hornið og vinnur hotspyrnu sem að Skaginn fær hérna. 40 mínútur liðnar, það fer að styttast í hálfleikinn og við eins og aðrir Skagamenn hérna á vellinum viljum að sjálfsögðu fá mark hjá heimakonum fyrir hlé. Það svona nettur hliðavindur hérna, sýnist mér, þó aðeins meira á móti fyrir Skagakonur hérna fyrir áleik. En það kemur hornið og þarna á að skalla það frá. Bryndís Hulda næra að halda boltanum en góð pressa hjá Hrafnhildi Arín og þær Skagastúlkur vinna boltanum upp á nýtt.
Birta, Heiðrún hérna, Fríða og kemur með boltan hérna inn á teig. Þar Fanney, skallar hann áfram, Maren eldir en Helena Rós nær að koma þessu frá. Vel gert Hrafnhildur. Ætla sér, já, hún kemst hérna fram hjá fyrir gjöfin. Þarna hafði Helena betur gegn Rut en það mátti ekki miklu muna að Rut kæmist í boltan hann á undan henni. Fín sprettur hérna hjá Hrafnhildi Arín og góð fyrirgjöf en enn og aftur herslumunurinn, en Skaginn búinn að vinna boltan upp á nýtt. Hér kemur Fríða. Fín sending hérna, Unnur Ír komin núna hérna vinstra megin, fyrirgjöf með vinstri og það ná að hreinsa þetta frá. Boltinn hann aftur fyrir Rut. Hrafnhildur vinnur boltan, Sigrún og Fríða, mér sýnist Fríða og Heiðrún vera búin að skipta stöðu núna í augnablik allavega. Glæsilegt spil og hér Unnur Ír komin upp að endamörkum, reynir fyrirgjöf en það bjarga í hotn. Þetta fín pressa hjá Skagaliðinu núna, fín pressa. Þá kemur Maren Leósdóttir. Tvær mínútur rétt tæpar eftir að þessum fyrir hálfleik og Skaginn sækir stíft. Hlaða núna Martein og hér kemur Rut, Rut! Þórðardóttir skorar fyrir Ía. Frábær hotspyrna hérna hjá Marinni á fjarstöngina sem að Rut núna náðun að tengja. Búin að vera nálægt í tvígang allavega en þarna smetlíti hún kollin á henni hún Maren og boltinn í netið. Rut með markið fyrir Ía 1-0. Já, við fengum óskir okkar uppfylltar hérna á 44. mínútu skorar Rut mikilvægt mark fyrir Ía. Nú eru fróðlegt að sjá hvað gerist. Ég set alveg hvort að Hamrarnir láta vaða að fara framar á völlinn eða hvort að þetta heldur áfram eins, en virkilega kærkomið. Rut búin að vera náttúrulega lykilmaður í liðinni sumar, búin að vera mjög drjú á miðunni og búin að læðin einu marki líka. Ánægum að búin að vera einn af betri leikmönnum í liðsins í sumar og hér hún nefnt með boltan, missir hann frá sér en það er innkast og er fyrir hálfleiknum að ljúka. Dómari kom með flautun upp í sig og flauta til hálfleik. Staðan 1-0 hér í hálfleik í leik Ía og Hamrana á Norðurálsvelli í 14. umferð fyrstu deildar kvenna. Búið að vera töluverð einstefna að marki Hamrana en án þess þó að Ía liðið næði að skapa mikla hættu, en undir lokin náði pressan að skila árangri og skilaði sér í marki sem að Rut Þórðardóttir skoraði. Við tökum okkur 15 mínútna hlé eins og aðrir en komum svo gríðarlega hress í seinna hálfleikinn. Þangað til, verið sæl.
Jæja, velkomin aftur á Norðurálsvöllin. Framundan síðari hálfleikur IA og Hamrana í 14. umferð fyrstu deildar kvenna. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir IA. Það var mark Rut Þórðar Þórðardóttur sem að skoraði á 44. mínútu. Þetta er eini leikurinn í fyrstu deild kvenna í dag, en á bara helgina einn leikur í gær þar sem að Sindri og Víkingur Ólafsvík gerðu markalaust jafntefli austur á Höfn. En það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi leikur þróast núna í síðara hálfleik. Hamrarnir lágu mikið tilbaka og reyndu langar sendingar fram, skyndisóknir á Bryndísi Huldu sem að var oft einmanna, en fyrir markið þá var sennilega voru það Hamrarnir sem áttu besta færi leiksins þegar að hún Sigríður Jóna Pálsdóttir komst ein í gegn og sneitti boltan rétt fram hjá stönginni. Ekki að sjá neinar breytingar á liðunum núna í hálfleik, svo sem ekki margra breytinga að vænta hjá Hömrunum. Það er einungis ein á varamannabekknum þar. Elín María bíður þar spennt, en leikurinn er komin á stað í þessu dýrindis veðri. Einstaklega gott fótboltaveður, sól og blíða, hægur andvari og fín barátta þarna hjá Heiðrúnu. Maren og Rut bara lætu vaða. Það þurfti ekki að bíða lengi eftir fyrstu marktilrauninni í síðari hálfleik, en boltinn hættur lítið framhjá. Nú kannski við förum aftur yfir liðin hjá Hömrunum er Helena Jónsdóttir í markinu nummer 1 og nummer 3 Þórdís Jónsdóttir, nummer 4 Helena Rós Þórðarsdóttir, 5 Sigríður Jóna Pálsdóttir, nummer 6 Tinna Arnarsdóttir, nummer 7 Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir, nummer 8 Arna Kristinsdóttir, nummer 9 Bryndís Hulda Ríkarsdóttir, nummer 10 Inga Rakel Ísaksdóttir, nummer 12 Andrea Dögg Kjartansdóttir og nummer 15 Magdalena Ólafsdóttir. Hjá IA er í markinu nummer 30 Katrín María Óskarsdóttir, nummer 4 Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir í hægri bakvörðunum, Hulda Margrét Brynjarsdóttir nummer 6, nummer 7 Unnur Ír Haraldsdóttir, nummer 9 Maren Leásdóttir, nummer 11 Fríða Halldórsdóttir, nummer 13 Birta Stefánsdóttir, nummer 17 Heiðrún Sara Guðmundsdóttir, nummer 18 Bergdís Fanney. Býtum við, hér er hætta eða hvað. Maren komin upp í hornið, reynir fyrir gjöf, en boltinn í hangi á helinu. Númer 31 Sigrún Eva Sigurðardóttir og númer 32 Rut Þórðardóttir, markaskorari Skagakvenna. Og Sigrún hætti í baróttunni. Magdalena hefur betur, reynir sendingu fram sem að Hulda hirðir upp. Kemur löng sending hérna yfir ætluð Unni síns mér, en hún er róframalega. Unnur sendir hann hérna upp í hornið á Heiðrúnu. Heiðrún með þennan fallega hjálm og fléttun upp úr. Og Unnur Ír missir boltan út af, komin hérna yfir á vinstri kantinn núna í byrjun síðara hálfleiks. Fanney þá komin yfir á hægri. Fríða, Sigrún reynir að koma og Rut næri hann ekki, en Sigrún heldur áfram og næri að vinna hann. Heiðrún reynir að stinga hérna inn á Unni, en Þórdís
í hægri bakverðinum nær að koma þessu út fyrir og það er innkast sem að Fríða Halldórsdóttir tekur. Heiðrún býður sér þarna. Fríða reynir langt innkast, kemst ekki langt en fær boltan aftur. Það var að Sigrún sendir hann hérna inn á Marinni sem hann er að snúa af sér varnarmann og það er skotamarkið og glæsilega varði hjá Helenu Jónsdóttur í markinu. Nær að slá þennan út fyrir stöngina og það er hotspinna sem að Maren Leósdóttir tekur. Virkilega vel gert þarna hjá Marinni. Náða að snúa af sér varnarmann þarna, setja hann á vinstri og ætla að leggja hann þarna út í stöng en frábærlega varið hjá Helenu. Þá kemur hotspinnan aftur á fjárstöngin og þar er aftur Rut. Þetta var bara replay af hotninu sem að Rut skoraði eftir í fyrri hálfleik. Fljótandi bolti yfir á fjárstöngina, yfir allan pakkan og þar beið Rut en í þetta skipti skalla hún yfir markið. Og þá er markspyrna frá marki Hamrana. Helena búin að vera örugg í markinu. Heiðrún reynir hér að stinga inn á Unni sem að tekst. Unnur þarf að snúa við og kemur hann aftur á Heiðrúnu sem að sendir hann fyrir og þar býður Maren á fjárstönginni, nær að komast í boltan en fín varnarvinna þarna hjá Ingu Rakel en einu sinni og boltinn hrekkur á Marinni og aftur fyrir. Kannski alveg þess virði að segja það, ég ætla að freista þess eins og enn að ná viðtali við hérna þjálfara Skalisins, Helenu og jafnvel einn leikmann eða svo. Tókst ekki svo vel hjá okkur síðast þar sem að hérna tæknimaður í þjálfun náði eða gleymdi að eða honum láðist að hækka í hljóðinu en við erum búin að læra því held ég og ætlum að sjá hvort við náum ekki að láta það ganga. Þannig að við erum ekki að fara langt. Jæja, þá er Maren aftur hérna fyrir utan vítategin, reynir að hún ætlaði þarna Unni að hlaupa inn fyrir vörðina. Vel gert hjá Fríðu, vinnur boltan hérna hátt á vellinum, þeim gengur jafn illa núna í byrjun síðar hálfleiks Hömrunum að halda boltanum innan liðsins enda pressa Skagastúlkur stíft. Þetta yngast hefðun og Skaginn átt að eiga held ég en hvað er eitt innkast svona milli vinna. Kemur innkastið, það er Bryndís Hulda, kemur hún tilbaka á Madalenu sem að skiptir yfir og þetta er fyrir aftan Sigriði Jónu og Fanney vinnuboltan, Hrafnhildur Hulda, það er lítil pressa þarna á eftirstu mönnum hjá IA. Fanney aftur á Huldu, stingur þarna fínt hlaup hjá Hrafnhildi en jú, hún nær boltanum en Inga Rakel nær að reynsa þetta í horn og enn einn hornspyrnan sem að Skaginn fær og það er Fanney sem ætla sér að taka hana og það voru gaman að sjá hvað Rut stillir sér upp. Það er spegilmyndin núna. Rut er þarna á fjárstönginni og Fanney tekur spyrnuna. Það er aftur hár bolti á fjárstöngina og Rut enn einu sinni í boltanum og boltin hann endar í netinu og mér sýnist það vera Unnur Ír sem að allavega fagnar manna mest og sjáum hvort við getum séð þetta hérna betur. Ég er svo heppinn að sjá þetta öllítið eftir á. Jú, þetta er Unnur Ír Haraldsdóttir sem að næra að skalla hana boltan í háum boga og í neti fór hann. Frábærlega gert.
Skaginn að skapa hættu hérna í hornspyrnunum. Rut náttúrulega gríðarlega sterk hérna í loftinu að leita að henni og hérna í þetta skipti náði hann að skalla boltan aftur fyrir markið. Og hér Maren Leónsdóttir að sleppa í gegn en Helena nær þessu og hérna hún sparkar boltanum út af því að Andrea Dögg Kjartansdóttir liggur meidd. Það var leikmannum með 7 Unnur í Haraldsdóttir sem skoraði annar mark. Látum okkur sjá, hún staðin upp Andrea Dögg en hún stingur nú við og Unnur Ýr kemur boltanum bara aftur á heilinu. Þetta drengilega gert hjá stúlkunum. Þá kemur spyrna frá markinu. Hún flytt áfram af Tinnu Arnarsdóttur en ekki langt. Maren og hún hérna með Heiðrúnu með sér og Unnur Ýr fær boltan en hún flöggur rangstæð, sennilega það hárrétt en það verður spennandi að sjá núna sem eftir lifilegs hvað ætla Hamrarnir að gera. Ætla þeir bara að reyna að lágmarka skaðan eða ætla þeir að reyna að sækja eitthvað út úr þessum leik. Það hérna engin merki það ennþá. Þetta bara eins og framhald af fyrir hálfleik þar sem að Skaginn bara pressaði og vann boltan hátt á vellinum og Hamrar stúlkurnar náðu ekki að halda boltanum innan liðsins og hvað þá að skapa hættu fyrir utan þetta eina færi sem að Sigríður Jóna fékk miðjan fyrir hálfleik. Barátta hérna hjá Ingu Rakel. Mér finnst hún að hafa ýmislegt til síns máls hérna. Hefði eflaust getað fengið aukaspyrnu en Helena langar sendingu fram. Rut undir boltanum, nær nú ekki að koma honum langt en já, býtu við, hérna Bryndís Hulda að sleppa í gegn en Katrín út úr markinu og grípur inn í þetta, vel gert hjá henni. Það má svo sem ekki líta af þeim hérna frammi. Hérna bakrinding alveg klár. Já, góðu dómari leiksins, Breki var alveg með augun á þessu. Og Hulda tekur þessa aukaspyrnu og Rut hérna á fjárstönginni. Hún kemur inn á ætlar þessa sendingu Unni Ýr sýnist mér. Hulda vinnur boltan aftur, Sigrún fram, Maren reynir að skalla hann niður, nær ekki en vinnur hann aftur. Gríðarleg kraftur í liðinu. Sigrún inn á teginn, þar Heiðrún að elta en aðeins og langur bolti fyrir hana. Ég vil langar að minna á það að allar beinar útsendingar IA-TV eru aðgengilegar á YouTube strax að leikloknum að útsendingu lokinni öllum til heilla, þannig að það er hægt að skoða þetta aftur og aftur allt okkar efni. Þar erum við með upptökur af körfuboltaleikjum, fimmleikamótum, fótboltaleikjum, allir því sem við höfum sendt út. Þær eru allar aðgengilegar á YouTube síðu okkar. Maren, góð vinsla hérna. Hvað ætlar hann að gera? Hún fer 1 á 1 á og nær fyrirgjöfinni
Hún spörkuð frá en Fanney í baráttunni. Hrafnhildur kemur þessu fram á við aftur en það skalla frá að vörnu og enn einu sinni boltinn inn á teig en boltinn siglir bara aftur fyrir og útspark frá marki Hamrana. Kemur spyrnan og enn pressa Skagastúlkur stíft og vinna boltan. Sigrún tilbaka á Birtu og Hulda pressa ekki mikið á eftirstu menn í liðsins. Rut nær þessu, Maren og yfir á Unni. Þarna hlýtur hann að dæma. Nei, hann gerir það ekki. Þarna ætlaði Fríða að stinga sér í utan á hlaup en var hlaupinn um koll. Þannig að sendingin náttúrulega rataði ekki á neitt en hann sleppti þessu. Ekki við neina kvarta. Kemur kastið inn á Marinni og nær ekki valda boltanum og boltinn aftur fyrir. Þegar hálftími eftir, staðan 2-0 fyrir IA. Verði þetta staðan að þá þær að lyfta sér upp í 7. sætið upp fyrir Sindra í fyrstu deildinni en það langt í toppinn þannig að ég held að Skagamenn þurfa ekki að halda niður sér andanum til þess að reyna að bíða eftir einhverju toppbaráttu í ár en Fanney hér á mikilli siglingu fram hjá Þórdísi og fyrirgjöf, þar Maren en hún Inga Rakel að komast fyrir þetta skot. Inga Rakel búin að vera, finnst mér mjög góð í vörninni, búin að grípa inn í á mikilvægum augnablikum. Kemur Fríða með fyrirgjöf, nær ekki að skila sér. Fanney í skotfæri en Helena verið þetta vel staðsett í markinu, beint á hana. Hún hefur ekki haft mikið möguleika í þessi mörk hjá IA umkringt leikmönnum, bæði samherjum og mótherjum í þessum hotspyrnum, þannig að hún hefur ekki getað aðtapna sig mikið og enda ekkert við hann að sakast með þessi mörk. Öryggið uppmálað. Heiðrún með sendinguna, þar kemur Unnur Ýr á Auðum Sjó með skot og glæsilegt mark. Unnur Ýr Haraldsdóttir með þrumu fleygi alveg út við stöng í fjærhornið. Frábært upplaup hjá Skaganum, glæsilega gert. Þarna það Heiðrún sem stingur inn fyrir án og hún var ekkert að spá í að koma boltanum á neitt samherja, hún bara smelt honum út við stöng á fjær. Frábært mark, Unnur Ýr með annað mark sitt í leiknum, þriðja mark Skagamanna, 3-0. Og þá spurning hvort að flóðgáttunar eru bara opnar og við fáum veislu. Kemur löng sending fram frá og það Unnur Ýr, hún komin í stuð hér. Frábær sending frá Huldu. Unnur, mikill kraftur í henni þessa stundina og hún vinnur hornspyrnu. Þá kemur Fanney með hotspyrnuna og enn það Rut, en í þetta skiptin hún ekki að gera sér mat úr þessu.
kannski þess virði að líta á næstu leiki í deildinni. Næsti leikur ÍA föstudaginn 18. ágúst gegn toppliði Selfoss á Selfossi. Það verður án efa erfitt og kannski fínt fyrir þær að fá svolítið sjálfstraust hér í þessum leik. Næsti leikur hjá Hömrunum heimaleikur gegn Keflavík laugardaginn 19. En næsti heimaleikur ÍA föstudaginn 25. ágúst klukkan 6 gegn Þrótti Reykjavík og að sjálfsögðu verður hann í íðandi þráðbeinni hérna á ÍA TV í samstarfi við Omnis og Síman. Já, Fríða, já vel gert, kemur hún hérna út Unnur og Huldar, láttu hún bara vaða á þetta maður, já, tekur skot, frekkur af varnarmanni og aftur fyrir hotspinna hérna frá vinstri sem að Maren tekur, Maren Leósdóttir. Og þá sjáum við mitt Rut komin klára á fjärstönginni, hárboltinn á og Rut skallar hann en nær ekki að koma hann fyrir markið aftur. Þetta greinlega eitthvað sem er búið að vera að æfa, það leynir sér ekkert. Helena býr sig undir að spyrna frá markið. En koma Skagakonur hér, Unnur Ýr fyrirgjöf með vinstri, Heiðrún í baráttunni, nær ekki að komast í hann þarna, vörnin sér við henni, Rut yfirinn á fjárstöngina, það Fanney, verður að reyna að koma sér aftur fyrir markið, tekst ekki, vörnin hafði betur í þetta skiptið, Fríða tilbaka á Birtu. Sending inn á teginn, Maren nær hún valdaboltanum, mikil segla hérna í Marenni en skotið í varnarmann og svo það Helena sem að hirðir þetta upp. Hulda skallar þetta frá hérna Fanney, núna leggur hún á stað væntanlega, láttu nú vaða, það ekki að koma boltanum að Heiðrúnu, Snædís Ósk vann hann að boltan af henni, Helena og hún reynsar þetta beint í innkast. Það er búið að draga úr handrættinu og í verðlaunum málverk eftir unga listakonu sem heitir Birna Sjöfn Fréttusdóttir. Birna fædd árið 1998. Það dregið í handrættinu sem ég hef aldrei unnið í en það kemur eflaust að því einhvern tímann. Manneskja sem vann í handrættinu heitir Hjördís Hjartar og síminn 887 897 og hún náði málverkið hérna upp í hátíðarsa. Já, þeir sem að vilja óska Hjördísi til hamingju með þennan, hafa þá símanúmerið, geta hringt og en hér
Fanney í baráttunni, Fríða og Rut í baráttunni, hún gefst ekkit upp. Það er ætlað sér fleiri mörk Skagastúlkur, en hérna er Bryndís Hulda, Magdalena og Sigríður komin hérna í gegn. Katrín á mótinni og Sigríður setur hann aftur fram hjá fjærstönginni. Stór hætta við mark ÍA. Þarna ég vissum hún Sigríður ekki sátt með eigin framistöðu. Þarna hann var ein á móti Katrínu og sett hann fram hjá. Þetta var önnur tilraun sem hún fekk. Hefði fengið þessum leik. Vonum bara að hún fá ekki fleiri. Þá koma Skagastúlkur. Gengur lítið á hömrunum að halda boltanum. Mikil grimdi í Skagaliðinu, en ég held að þær séu ekki tættar. Það er skipting hjá Skagaliðinu. Það er Heiðrún Sara Guðmundsdóttir sem kemur af velli og inn á kemur númer 22 Karen Þórisdóttir. Fyrsta skiptingin í þessum leik. Heiðrún á flottan leik í liði ÍA. Karen kemur hérna, stillir sér upp framalega á miðjunni. Eins er skipting hjá hömrunum. Af velli kemur Bryndís Hulda Ríkarsdóttir og í hennar stað er komin Elín María Helgadóttir. Bryndís var, ég fekk högg sennilega á læri þarna í fyrri hálfleik í viðskiptum sínum við Rut Þórðardóttur, en búin að vera að harka af sér, stakk svona örlítið við á leiðin út af, en við viljum að sjálfsögðu meira hérna Skagamenn, eins og segir í þjóðlaginu, Skagamenn skoruðu mörkin og við viljum alltaf fleiri og fleiri. Hamrarnir eru líka breytingum að velli fórum með 9 Bryndís Hulda Ríkarsdóttir og inn á kom 16 Elín María Helgadóttir. Og við það staðfest á vallaþölunum. Hulda fær boltan bara halda dampi, stelpur, klára leikinn, og allir þessi leikir eru mikilvæg reynsla og það þarf að kunna á þessa stöðu að leiða og láta að fylgja því eftir. Það er allt saman partur af uppbyggingunni. Halda fókus allan tíman. Hér er Karen Þórisdóttir með boltan aftur á Hrafnhildi. Hrafnhildur fram á Unni, hún á Rut, aftur á Unni. Þetta er langur bolti og Unnur ákveður að elta þennan ekki. Boltin aftur fyrir Já, Rut í baráttunni hann og hann er brotið á Karinni. Þá kemur Hulda á vettvang og tekur þessu aukaspyrnu. Hún inn á tegin,
Fanney í baráttunni, Karen með skot framhjá. 73 mínútur liðnar af þessum leik. Magdalena Inga Rakel sendur fram á varamannin Elínu Maríu, en misjöfnu sendingi á henni. Þá kemur Fanney. Fríða ætlaði sér í utanlaupi en Fanney þarf það ekkert. Kemur boltan hér inn á teig, Maren nálægt í að komast í hann. Þá kemur Fríða og aftur fyrir, en það er náar hinsa Helena Rós. Kemur þessu fram á við, þar kemur Magdalena, skiptinguna, herður, nú er hún að fá þriðja tækifæri hérna, Sigríður Jóna. Nei, Hrafnhildur nær á stöðvana, Elín missir boltan, Maren vinnur vel tilbaka og hér sjáum við, Unnur var að leggja af stað í hlaup en Maren yfirsást það. Hér er Karen og hefur ekki þennan tíma góða mín. Fín varnarvinna þarna. Kemur Fanney, Fríða enda með boltan. Ágætis pressa þarna. Fríða með innkast, Fanney og aftur á Fríðu. Fríða tilbaka á Sigrúnu. Vörnin er heila búin að vera mjög traust í þessum leik. Hefur nú verið kannski vandinn hjá Skagaliðinu að halda einbeitingu í vörn í sumar. Hér er Fanney, snýr af sér, hún fer á stað en þar er Andrea Dögg sem að reynsar þetta út af. Fríða, Fanney býður sig í baráttu við Þórdísi og þetta endar í útsparki. Boltinn hrökk þarna aftur í Fanney. Reyndi fyrir gjöf en Þórdís var með hana í þetta skiptið. Já, þessi bolti beint af Fanney, hún fær innkast. Já, hér er Maren Leónsdóttir komin upp að endamörkum. Verður að snúa, setur hann fyrir með hægri, það er ná að hreinsetta frá. Magdalena fær boltan en velur rangan kost þarna. Fríða hirti þennan bolta, Sigrún fram á Marinni og Fríða að bjóða sig, kemur með hann full fljótt fyrir og Helena lét þennan bolta bara fara aftur fyrir. Já, Helena Ólafsdóttir vill meira halda einbeitingu. Já, með komin í jákvæða markatölu eins og staðan er núna. Voru með -2 fyrir þennan leik. Það er þá komnar í +1 og 17 stig, einu stigi minna en IR. Og en síðan er langt upp í, þá eru alveg 12 stig í sæti sem gefur keppnisrétt í Pepsi-deildina ári, þannig að ég held að það sé úr sögunni. Það er bara halda fram að nýta þetta sumar í að byggja upp og safna reynslu í bankan. Það er það sem að þessar stelpur þurfa. Og síðan eru þetta efnilega stelpur sem að bíða og hafa verið í hóp í sumar, alveg niður á yngra ári í 3. flokk. Þannig að það er óhætt að segja að
Framtíðin björt fyrir kvennaknattspyrnu ef að rétt haldið á spöðunum. Þetta vel gert en Birta les þetta gríðarlega vel. Fríða yfir á Rut og hún á Karinni Þórisdóttur. Hún snýr við aftur á Fríðu. Fanny klár út á kanti, fær hann. Frábært spil hérna. Fanny ekkert að gefa þetta frá sér en þetta var efnileg spilamennska þarna. Fín barátta hjá Fríðu. Létt rýningarspil hérna að Skagamanna sig. Sjá meira þessu. Sigrún vel gert hjá henni. Fanny, Karen, Pállur Óli hann á boltanum. Fríða tilbaka á Birtu. Hún áfram á Huldu. Hendi þarna. Nei. Birta, hann Fanneyju. Vel glæsilegur snúningur hjá Fanneyju þarna. Leggur hann hérna og Rut biður hann, fær hann og boltinn rétt fram hjá. Stórkostlegur snúningur hérna hjá Fanneyju og góð sending en Rut þurfti nú aðeins að teygja sig í hann hérna. Þá tvöföld skipting hjá Skagaliðinu. Af velli að koma Bergdís Fanney Einarsdóttir og í stað hennar kemur Aldís Ylva Heimisdóttir og síðan Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir að koma að velli og í hennar stað kemur leikmaður númer 15. Býttu nú við, hún ekki á leikskýrslunni hérna hjá mér. Þá förum við að gramsa. Það hefur verið gerð breyting á leikskýrslu eftir að Úrslit.net settu inn leikmannahópana, sýnist mér, eða þá hann hefur þurft að skipta treyju. Leggjumst bara í rannsóknarvinnu hérna. Nei, það engin skráð númer 15 hjá IA. Já, við bíðum eftir því að vallaþulurinn. Það erfitt að sjá hérðan hvaða dama þetta en á leikskýrslu engin leikmaður skráður númer 15. Þannig að þeir séu í sama basli vallarstarfsmenn. Stúlkur gerðu breytingu að velli fór númer 4 Hrafnhildur Arín Sigfúsdóttir inn á hennar stað kom leikmaður númer 24 Aldís Ylva Heimisdóttir og síðan fór að velli númer 18 Bergdís Fanney Einarsdóttir en já, það
það eru fleiri en við sem erum í vandræðum. Sko þær sem eru á bekknum eru Elísa Eir og Unnur Elva, Sandra Ósk, Þórhildur Arna og Ásta María Búadóttir, en það eru enginn þeirra skráð númer 15. Við búum nú svo vel að við hér Maren Leósdóttir komin í gegn, sendir hann fyrir og Aldís Ylva Heimisdóttir bætir við 4. markinu. Hún var ekki lengi að stimpla sinn, Aldís Ylva. Frábær sprettur þarna hjá Skagakonum. Þetta byrjaði allt í innkasti. Það er Ásta María Búadóttir sem er númer 15 og komin inn á, kastar hérna langt fram og Maren bara sleppur í gegn, leggur hann út í teginn þar sem Aldís Ylva pollróleg leggur hann í netið. 4-0, frábært. Og þá er aftur skipting hjá Skagakonum. Inn á er að koma númer 23 Þórhildur Arna Hilmarsdóttir og í staðin fyrir Fríðu, og Sigrún fór að velli. Sigrún Eva Sigurðardóttir kom að velli og í hennar stað kom Sandra Ósk Alfreðsdóttir. 4-0 fyrir Skagan. Sannarlega góður dagur og góður leikur hjá þeim. Það svona smellur flest. Aldís Ylva í baráttunni og það var dæmt þarna brot á það sem og varðið var aftan í hana. Það kemur Hulda á vettvang. Hulda Margrét Brynjarsdóttir. Rut sendir hann yfir á Ástu Maríu. Ásta María, hún lætur hann vaðinn á teginn. Maren þar í baráttunni með skot hátt framhjá. Réttum 4 mínútur til leiksloka. Öruggur sigur Skagakvenna í, ég myndi segja bara í höfn, 4-0. Ég minni á það að ég ætla að stökkva hérna niður á hliðalínu eftir leik og freista þess að ná tali af Helenu. Hér er Aldís Ylva aftur að sleppa í gegn, en Helena góður markvörður Hamrana grípur inn í þetta. Eins og ég segi, 4-0 er ekki sanngjarnt svona á pappírnum frá hennar bæturum séð. Hún búin að eiga fínan leik, en þessi mörk öll sömul eitthvað sem að hún hefur ekki átt neitt möguleika í. Rut með góða baráttu. Karen nær að vinna boltan tilbaka. Birta, Sandra aftur á Birtu. Hulda núna með langa sendingu fram, en það er verið að velja mannleiksins. Unnur Ír, og þá í þann mund sleppur hún hérna upp að endamörkum, kemur boltanum fyrir, en þar náði leikmaður númer 8 Arna Kristinsdóttir að verða fyrir. Já, Unnur Ír vel að þessu komin, maður leiksins, valinn af elítunni hérna í brekkunni. Og þá kemur hotspyrna frá hægri. Það er Maren sem tekur það núna. Fanney er náttúrulega farin út af. Og Rut, það nú eru 2 að dekka Rut. Og fýtt skallið þarna hjá Ástu Maríu Búadóttur sýndist mér. Það er rétt yfir. 2 marka Skagakvenna náttúrulega komið upp úr hotspyrnum. 1 upp úr innkasti. Þannig að þetta er
Það vonandi að þessi úrslit gefi liðinu sjálfstraust fyrir framhaldið. Það eru erfiði leiki framundan hjá IA og það bara óskandi að þær geti byggt á þessu og komið fílöldar í síðasta hluta mótsins. Karen með góða baráttu, hérna kemur boltanum hérna út, Unnur Ýr komin inn í tegin, Unnur Ýr með boltan fyrir og boltin endar í markinu og það Aldís Hilva Heimisdóttir aftur, setur hann í sama horn og áðan. Virkilega vel gert þarna, Unnur Ýr, það gríðalegur kraftur í henni. Helena sparkaði frá marki sínu en Skaginn náði að vinna það fljótlega. Maren var í baráttunni, Karen læðir honum hann á Unni, sendi hann svo fastan niðri fyrir og Aldís Silva sneiðir hann út við stöng. Frábærlega gert, góð sending hann hjá Karinni inn fyrir á Unni og sendingin náttúrulega alveg gull. Ég var einmitt að hugsa hérna rétt að 4-0 flott en 5-0 enda flottara. Virkilega fínn leikur hjá IA í þessari dundrandi blíðu hérna á Skaganum. Ásta María gerir þetta vel en sparkar svo boltanum út af mennilega leiktími liðin og nú bara að sigla þessu heim í rólegheitunum. Birta kemur hún hérna yfir á Söndru. Aldís Silva, 2 marka kona hér í dag, frábær innkoma hjá henni. Karen Birta, maður hefur einhvern veginn á tilfengur þó að þeir séu komnar í 5-0, núna þeir komnar í þann gír en þeim langar bara í meira. Flott sending hérna hjá Aldísi. Unnur, nær hún þessu? Nei, þetta var aðeins of innarlega fyrir hana. Vildi gefa tilbaka hana. Ég minni á það að ég eftir skamma stund ætla ég að rölda minnir á hliðalínu og grípa hana Helenu eða Anítu eða einhvern sem að þær kjósa að færa mér í viðtal. Það verður gaman að heyra í þeim hljóði núna, nokkuð ljóst. Þá hérna Sigríður Magdalena sendir hann tilbaka. Helena þarf að elta þennan tilbaka. Unnur Ýr setur pressu. Já, Skaginn vinnur innkast á hættulegum stað. Sjá hvort að ná að bæta við eina en Rut nær ekki að gera sér matur þessu. Þá er hérna Ásta María, kemur honum Maren Leósdóttir, leggur hann á, býtur nú við, vel varið og Aldís að skora eitt en nei, rétt missir af honum. Já, það er ekki tættar, það er bara, þetta verður skemmtilegt að sjá að vonandar mæti svona í næsta leik, en hér flautar Breki til leiksloka. Frábær 5-0 heimasigur IA gegn Hamrunum. Höfðu yfirhöndina allan leikinn og eru bara virkilega vel að þessu komnar. Rut Þórðardóttir skoraði fyrsta markið á 44. mínútu. Síðan bætti Unnur Ýr Haraldsdóttir við 2 mörkum í síðari hálfleik og svo Aldís Silva Heimisdóttir varamaður kom inn á og setti 2 og hefði hæglega geta bætt við eina en ég ætla að stökkva hérna niður á línu og hann Gylfi á kamerunni ætlar að fylgja mér eftir en
bara dokið við, augnablik. Já, gaman að fylgjast með þessu. Ég ætla að fá að ræða við hana Helenu. Hérna, aðeins önnur stemming að hitta þið svona eftir svona leik. Þetta var bara virkilega góð leikur. Já, flottur leikur. Mér fannst í raun og veru bara eitt lið á vellinum í þessum leik og mér fannst við þetta svo eitthvað inni. Og náttúrulega búið að vera upp og niður sumar en stelpurnar bara sýndu að þær úrkvörður eru gerðar. Maður sá það bara eftir sem leið og leikin að það er bara virtust einhvern veginn verið að vaksa í sjálfstöðstu. Þeim langaði meira endalaust og það var svona í fyrri áleiknum var erfitt að ná að skapa færin, ná að skapa hættun en síðan þegar mörkin fór að koma að þá vildu þær alltaf meira og meira. Er þetta ekki eitthvað sem við getum tekið með okkur inn í framhaldi? Jú, ekki spurning og kannski fóra af okkur smá stress sem að einkennir kannski bara unglið og svona. Við erum svolítið stressaðar meðan við erum að ná fórustunni en svo þegar að sjá að þetta er bara venjulegu fótbolti og það er getið alveg að þá fannst mér einmitt svona þungu fargi á okkur létt og við fórum bara að njóta þess sem við eigum alltaf að gera og það eru 4 leikir eftir og við erum bara búin að setja ykkur ákveðið markmið í þeim og við náðum einu skrefi að því núna. Nú eruð við konar upp fyrir Sindra í 7. sæti. Hvert ertu til í að segja? Hvert setið þið stefnuna núna? Stefnan er sett í raun og veru, erum við með svona loka markmið en hérna við viljum að sjálfsögðu vera fyrir ofan miðju. Það er bara svoleiðis og við erum náttúrulega, það eru breytingar á liðinu, við erum búin að missa leikmenn út í skóla og vonandi gengur þeim vel en það eru aðrar að fá sénsinn og hérna við viljum bara svolítið skoða okkar hóp og gefa þeim tækifæri og það er fá tækifæri hér og það er okkar helsta markmið líka. Eruð innilega til hamingju með hennar sigur og gangi ykkur vel í framhaldinu. Segjum við þetta tíðan af Norðurálsvelli í dag með stórsigur 5-0 á Hömrunum frá Akureyri. Vonum innilega að þær ná að fylgja þessu eftir. Næsti heimaleikur í beinni útsendingu á IA TV í samstarfi við Omnits og Síman verður 18. ágúst klukkan 6. Vonandi sjáumst við þá. Takk fyrir að horfa.